Eins og ég lofaði ykkur hérna fyrir auglýsingahlé þá erum við komin í sykurverk á Akureyri þar sem við ætlum að fræðast mál málanna sem hvernig gerir maður hérna fullkomnu bollu. Og til þess að segja mér frá því þá eru það hérna Karolína og Þórunn. Takk fyrir að taka á móti okkur hér. Já, bara alveg sjálfsagt. Hér erum við búin að undirbúa kljúfa fullt af vastegsbollum í tvennt og ég veit að þið gerir þetta aðeins öðruvís en flestir. Þið eru ekki að vinna með þessar sultubollur, er það? Nei, við erum ekki alveg með þessar sultubollur. Nei, hvað eru það að gera öðruvísi? Við erum með alls konar fyllingar, en við blöndum svona saman við rjóman. Þannig að hérna til dæmis erum við með Oreo rjóma. Já. Og hérna erum við með svona jarðarberfrómas og þristamús. Hvernig ber maður sig að fyrir einhvern svona algjöran amatör eins og mig sem veit ekkert hvað það er að gera? Já. Þá hérna er best að taka pokann svona og snúa aðeins upp á endan. Já. Svo sprautist nú ekki úr vitlausum enda. Nei. Svo bara pressa maður á og fer bara svona í hringi. Og voilà. Já. Bolla. Bolla. Já, enni. En fyllingin skiptir mesta máli. Já. Sko. Ef þú ert með vonda fyllingu þá er bollan alveg. Þetta er bara svo í lífinu almennt. Það er fyllingin á endanum sem er. Algjörlega. Akkur, og hvernig, sko, nú það komið fyllingin hérna inn í, en skreytið þær á ofan svo líka, hvernig? Já, þá er bara einmitt að loka þeim og við erum með ákveðnar skreytingar fyrir hverja bollu eins og með bleikum rjóma. Þá er súkkulaðiglasurinn fer mjög vel með beikonum. Þá er bara að sprauta einhvern veginn girnilega á. Einmitt. Og svo að sjálfsögðu þá verður að vera sprinkles líka, Já, sko. algjörlega. Og bleikar, að það er bleikur rjómi, þá kemur bleikar sprinkles. Já, það er allt úthugsað hér. Já. Það er verið að vera fallegar líka, sko. Já, þetta er mjög fallegt. En hvað fyrir með blessaðri þristamúsinni? Hvernig útfærið það? Já. Það verður náttúrulega að vera þristar ofan á líka, sko. Já, það er svolítið. Fyrir það sem elska þrist. Það er náttúrulega aldrei nóg af þristum, þetta hafa Íslendingar lengi vitað. Og já, þannig að fyrir þá sem vilja leyfa sér sko almennilega bollu, þá ættu að koma hérna til ykkar. Þeir sem eru þreyttir á þessu sultu, ekki það við höfum neitt á móti sultu. Það er alltaf góða. Já, en bara, hún er búin að fá svo mörg áratugi til þess að blómstra þig kannski allt til að prófa eitthvað nýtt. Akkurat. Sko, ég er að velta fyrir mér, þetta er svona svolítið áhættuatriði, því að ég er alls ekki góður í neinu svona handverki eða svona, en það kitlar mig pínu að fá að prófa ef ég má að skreyta hérna. Já. Það er lagi. Gjör það svo vel. Og býtu, hvernig ber maður sér? Ég passa að þetta sé lokað. Tekum pokann, snýra aðeins upp á endan, svo það fari ekki út um vitlausan enda. Ég á eftir að sprengja þetta allt saman yfir mig, sko. Og svo bara þrýstir aðeins með efri hendinni. Og já, hér kemur þetta út. þar kemur rjóminn. Það sést náttúrulega langa leiðir að snúningurinn hjá mér er náttúrulega engan veginn í samræmi við ykkur fagmennar. Sjáu þetta er náttúrulega bara eins og eitthvað bifreiðaslys hérna hliðir á því sem þið gerðu. En jafn gott á bragðið. Já, alltaf svoleiðis. Einmitt, og svo bara kannski lítið meira. Bara eins mikinn rjóma maður vill. Já. Það er ekki fallegt en það er gott. Sko já, ég hefði þurft að fara aðeins meir út í kantana held ég. Og svo bara velur þér glasur sem að Bara hvernig þið vill. þykir best með. Já, einmitt. Ég er að hugsa að sko blanda saman, má það? Já. Þannig að Já, ok, það þarf að taka svolítið vel á, maður þarf að vera nautsterkur til þess að ná einhverju úr hvað ég er að Glæsilegt. Það er kannski ekki alveg orðið sem ég myndi nota en það er viðleitnin sem gildir, er það ekki? Algjörlega. Fer ekki bleikt svolítið vel með þessum hvíta? Bleikt og hvít, það er uppáhaldslitirnir okkar, sko. Ég er ekki búin að hita upp fyrir þessi átak. Maður þarf að fá sér svona æfingatæki, sko. Já, ég er trúið því. Þetta er sko gott. Ég er svo stoltur núna, ég veit að fólki heim í stofu bara trúið því.
þetta rétt handtök? Svo ég sé á hristu í salsabandi. Sko, passar vel við Oreo. Þetta er örugglega mjög gott. Þakka ykkur fyrir að leyfa mér að sanna mig. Ég er ekki viss að fólk myndi kaupa af mér bollur eins og ykkur, en það myndi jafnvel borða þær ef ég gæfi þeim. Já, mögulega. Já. Einmitt, þannig að þetta eru svona þessar helstu 3 sortir. Þið ætlaðu að vera með fleiri? Hvað eru við með 10 gerðir eða eitthvað? Já, rúmlega. 10 gerðir? Þannig að þetta var svona okkar uppáhalds. Já. Við tókum svona 3 okkar vinsælustu. En okkur fannst svolítið erfitt að velja sjálfum, það er svona... Þess vegna endum við með 10 gerðir. Já. Já. Og það voru alveg nokkrar sem að, Náðu ekki undir þessa 10. sem að hefði alveg getað verið líka, en maður verður vist að stoppa eitthvað. Já. Þið koma þá kannski bara inn á næsta ári Já, eða eitthvað svo. já. Og hvernig, er þá alls konar önnur bragðefni sem þið... Já, eins og til dæmis hvað erum við með hvítsúkkulaði og hindber. Já, og síðan erum við með Baileys og jarðarber. Já. Það passa alltaf mjög vel saman. Jú, bjór karmelubólur. Bjór karmel? Já. Já. Þannig að hún er aðeins öðruvísi bara að því saltkaramella er svo vinsæl. Já. En við ákváðum aðeins að breyta aðeins til og hafa bjórkarmel. Já, að sló alveg í gegn bjórkarmelukakan sem við með bóði á bóndadaginn. Þess vegna ákváðum við að búa til bollu út frá því. Já. Ég held sem þá næsta versi bara að smakka af resturinn, er það ekki? Að sjálfsögðu maður verður að gera það. Já. Þetta veit allir góðir bakarar. Já. Bolla, bolla, bunkandi, búblandi bolla, Nú er þetta að gerast, sko. Það er bara þannig að... Þetta er náttúrulega hápunkturinn svo að fá að smakka snilldina. Nú, það er mín meira þess að. Svo færðu með þrist. Æðislegt, takk, og þetta geggjaða kaffi með. Þetta er frábært. Takk fyrir, nú hefst veislan. Ég held ég að byrja á minni því að ég hef ekki jafn mikla trú á henni og þrista músinni. En við bara prófum þetta. Þetta er nú bara almennilegt hjá mér, verði ég að segja. Þetta er leiðsögn fagmanna, sko, en það verður ekki af þeim tekið að þær gátu leiðbeint mér í gegnum þetta vandasama verk. Hvað þetta er gott. Svo er það þrista músin. Ég ætla bara að taka 1 bita, en þá skiptir líka máli að láta þann bita telja. Það er gamla góða íslenska að taka bara nógu stórt upp í sig. bolla, bolla, bólandi, hjólandi